Komið þið sæl. Við ætlum í þessu myndbandi að skoða biskupendatafl sem mjög lærdómsríkt. Í stöðunni sem við erum með hérna fyrir framan okkur hvítur peði yfir. Og auk þess sjáum við líka að peð hvíts eru öll á andstæðum reit við hvíta biskupinn sem mjög hagstætt í endatöflum og meðan á svörtu peðin eru öll á hvítum reitum sem að passa vel við hvíta biskupinn og svarti biskupinn rekst í sín eigin peð. Þannig að svartur klárlega í verri stöðu. Engu að síður eru svartir búin að koma sér upp með traustri varnarstöðu og það erfitt fyrir hvítan að komast í gegn. Það er hvítur sem á leikistöðunni og hann getur farið í uppskipti á biskupum ef hann vill. Það er svona fyrsti kosturinn sem manni dettur í hug vegna þess að við vitum að uppskipti hagnast þeim sem liði yfir undir flestum kringumstæðum. En ef að hvítur drepur núna á F7 þá drepur svartur tilbaka með kóng og hér kemst hvítur ekki í gegn. Við sjáum eftir kóngur E4 kemur kóngur E6. Allir inngöngureitirnir eru valdaðir og hvíta peð og E5 eiginlega fyrir hvítum. Ef hvítur fer undan þá kemur svartur hér og hér það hvítur bara að passa sig að tapa ekki. Einu möguleiki hvíts til þess að halda stöðunni saman að gefa E-peðið með til dæmis E6 og ná síðan andspærinu hér og hér geta báðir haldið andspærinu og skákin enda með jafntefli. Við förum aftur í upphafsstöðuna. Í staðinn fyrir að drepa biskupinn á F7 þá ætti hvítur að halda biskupinum inn á. En ef að hvítur leikur eins og biskup C2 þá leikur svartur bara kóngur E6 og það er sama upp á teiningnum. Hvítur kemst illa í gegnum þessu stöðu. Þannig að besti leikur hvíts í þessari stöðu peðsfórn og hún til þess gerð að virkja kónginn. Virkur kóngur í endatöflum gríðarlega dýrmætt vopn og það var vel við í þessari stöðu hér. Besti leikurinn E6 fórna peðinu og hugmynd hvíts ekki að fara í uppskipt á biskupum. Það er að segja í þessari stöðu hér þá erum við með sömu stöðu áðan en svartur heldur jafntefli ekki með að fara á E7 sem gefur hvítum kost að fara á E5 heldur með að fara til dæmis á F7 og ná síðan andspærinu tilbaka hér. En eftir E6, biskup drepur E6 þá er hugmyndin svo að hvítur vill komast með kónginn sinn á E5 og hann vinnur tempó, vinnur tíma til þess með að leika hérna biskup C2 sem frábær leikur. Og nú er hvítur með hótun. Hótunin að taka hérna peð á G6 og H-peði rennur upp í borð. Auk þess að kemst hvítur á E5 í næsta leik. Svartur verður að stoppa þessa hótun, segjum til dæmis biskup G8 og núna kóngur E5 og nú er hvítur strax búinn að ná svona áfangasigri að koma kóngnum þangað. Það er ekki hægt að reka það í burtu. Næsta verkefni að koma kóngnum í gegn annað hvort á F6 eða D6. En svartur býður áfram og nú þarf hvítur að finna leið til þess að koma sér ennþá lengra. Ef hvítur leikur núna biskup E4 þá leikur svartur biskup E8 og hann valdar þessa tvo veikleika sem hann hefur verið með. Til þess að vinna skák þá er oft mjög mikilvægt að búa til tvo veikleika í andstæðingnum. Á ensku köllum við þetta principle of two weaknesses. Það er að segja ef andstæðingur er með tvo veikleika þá er oft merkjum það að hann erfitt með að halda stöðunni saman. Það sem best fyrir hvítan að gera hér er að bíða aðeins. Leika bara biskup B1, biðleikur. Svartur má alla hreyfa kónginn því að þá kemst hvíti kóngurinn inn og sækir að þessum veikleika hér. Ef svartur hefur biskupinn, segjum til dæmis bara biskup G8, þá kæmi biskup E4 og svartur á erfitt með að valda peðið sitt. Hann getur leikið kóngur D7, þá kemur kóngur F6 og hvítur vinnur auðveldlega. Ef svartur leikur biskup E8 til að halda valdi á báðum peðanum, þá kemur samt biskup E4 og svartur er lentur í leikþröng. Það má ekki hreyfa biskupinn, þá fellur peð, peðið rennur upp í borð eða biskup F7 og C-peð fellur og hvítur vinnur þetta. Og ef að svartur fær í kónginn, afsakið í þessa stöðu hér, það er biskupinn á E8. Ef svartur fær í kónginn, þá kemst hvítur í gegn, annað hvort á F6 eða þá inn á D6 og það tryggir hvítum sigurinn hér. Þannig að það sem við getum lært af þessu er að hafa kónginn virkan í endatöflum mjög dýrmætt. Takk fyrir áhorfið.